Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine. Velkomin til leikstrákar. Þannig að sestir hjá mér í Myntkaup að reyna sömu gestir og fyrir hvað, 2 vikum síðan. Atli Aðalsteins, fyrir þjálfari Skallagríms og Manni Vel. Þú komst ekki síðustu viku. Nei, Hvað ertu að gera? ég maður ekki. Hæ? En það er rosalega margir ánægðir að ég og Atli hafi verið saman í podcastæðina því það eru fólki í kringum mig það heldur að ég sé eitthvað fúll út í Atla. Já. Hann plataði mig einhvern tímann á eitthvað dúsabarsfyllir í og ég vaknaði daginn eftir með lokk í eyranu, ég veit ekki alveg hvernig það gerðist. En ég er löngu búinn að fyrirgefa honum það. Gæti ekki verið fjari sannleikanum. Þú ert líklega alla sök í þessu máli. Hvað, horfðu á bikarinn í gær eða? Já, Já. Báða leikina frá byrjun til enda. já, Góður leikir maður. já, og bara geggjaði leikir sko. Fyrir utan kannski fyrsta leikluta í seinni leiknum. Eða sko, góður leikir maður er einhvern veginn bara svona komin þangað sko að bara svona jafni leikir þar sem að það er hiti og maður er bara svona yes. Þessi góður leikir til að horfa á. Já, En eins og þú segir, þetta var ekki góður körfuboltaleikur í byrjun í KR nei, Tindastól sko, en alls ekki. En þú veist, bara svona, við erum að gleyma það kannski bara að það búið að vera svo mikið að við höfum nú talað um það hérna, bara mikið að blowout-leikjum og menn oft bara einhvern veginn að kasta inn handklæðinu í seinni hálfleik að það er of mikill munur og eitthvað svona. Já, Það svona sást alveg að það væri eitthvað undir þarna sko. Deildin svona stundum búið að minna á NBA í vetur, skilurðu. En hérna, förum bara smá yfir þessa leiki í gær, ég meina, og förum þá bara inn í bara svona pælingar inn í bæði úrslitaleikinn og svo restina af seasoninu. Ég meina, byrjum á leiknum sem að var klukkan 8. Nýja sæning Tindastóls, hvað Daniel Dolenz. já, þetta er gaurið sem að Arnar pikka upp í varmalíð. Hann er ekki eitthvað svona rivirraftingarna rétt hjá. Hann tók hann bara með og verður bara í búningnum. hann er ekki með holningu í að vera raftari svo. Hann var samt bara í blautbúningnum Já. en maður sá það að hann kannski með 3,9 stig hann í Bosníu og ég skil bara ekki hvernig hann náði þeim 3,9 stigum í leik sko. Kom þetta upp samt hjá okkur fyrir 2 vikum. Pældu í þessum skiptum hjá Tindastól. Við vorum í einhverjum arrangeringu fyrir öll lið. Það var Já. aldrei rætt hvort Gavrilovs væri að Svo átt hann þess að hann var alveg ógeðslega lélegur í Keflavík. Já. Leiknum við þá hafa þeir bara einhvern veginn djúl, við þurfum að gera eitthvað. En ég skil ekki þetta pikk. Sko, nei, nákvæmlega. Ég meina, ok, þú hefur búin að heyra líka að Ívan sé eitthvað leiðilegur og eitthvað. Já, maður heyri það og honum heyri það. leiddist að vera á króknum og eitthvað svona bull. Það er nú skrýðið. Brjálaði að gera hana. Þá er hann komin upp á Skaga. Þar er allt að gerast. Já. Hann er hérna með Lilja, hvað heitir hann? Lilja Dogovic og Goico og Lucien líka á launum og Bafuto líka. Þeir eru konum með útrúlega marga gauðra einhvern veginn og það verður stemning. Er það ekki það? Gaman í krafti fjöldans bara. Já, og ég veit gott pick-up fyrir Skagan en ég meina miðað við bara svona það sem maður sá í þessum leik, þá var þetta bara þvílíkt downgrade sko. Já, Þvílíkt downgrade sko. ég skildi ekki alveg. Þú sást alveg á honum, hann náttúrulega horfði ekki á hringinn einu sinni allan leikinn, hann var nýkominn, gefa honum það. Þú sérða bara strax holningun á, hann Já. lúkkaði ekki eins og svo körfuboltamaður. Nei, hann lúkkar eins og ég fekk sent í gær, eins og varnarmaður í handbolta. En Já. Lúkkar eins og sterku strákarnir sem koma inn á, eru svolítið körsóttir en góðir að ráðast á fólk. já, en hvað er allir Arnar sér spá? Hann er greinlega þessi gaur, maður sá alveg að þetta er svolítið svona góður liðsmaður og hann er örugglega að hugsa einhvern sem spila vörn og svona. En mér finnst helvíti hart þegar að fara að henda útlendingagildi í þessa típu sko. Getur ekki bara Ragnar Ágúst verið í þessu? Og svo, ég heyrði Já. slúður þegar Já. Grindavík var að spá í sínu skiptum. Já, Það var vist option að fá Doucouré. ok. Fyrst að það var option í Grindavík, þá lítur það option líka í Tindastól. Okkur var ekki freka bara stokka á það og Doucouré spila fjarka með Drungilas í 5. En okkur var ekki stokkið á það bara í Grindavík? Ég held að þeir ákveða að fara þessa parkóleið og þeir átti ekki pening fyrir öllu. Nei. En þú veist, Frekar fyrst hefði- að þetta er option, og okkur er að enda með eitthvað svona gaur sem að hjálpaði mikið neitt. Finnst það Það spes? er stundum þannig með Arnar sem að er, þú veist,
þekki Arnar ágætlega og maður svona er alltaf ótrúlega viðkunnulegu náungi utan vallar sko, en hann elskar samt að flækja hlutina sko. Já. Challenge-an í byrjun var reyndar ekkert eðlilega gott, sko. Hvað voru 2 mínútur á klukkur og challenge eitthvað innkast bara til þess að setja eitthvað statement. Það er svona prinsip. Eitthvað bara svona, hann var búinn Þetta er rangt, ég ætla að challenge Svo þetta. tekur hérna, ég það var ekki alveg, en þetta hefði verið svo mikið svona make a point ef það hefði verið vittlust, sko. Það Sérðu var bara- strax verið búin að setja tóninn, sko. Svo bara munir strax á nýja leikmönnum hjá Tindastól og nýja leikmönnum hjá KR. Bara holdningin á KR-gaurnum, hún er allt önnur. Já, sammála því. Og þannig að þessi gaur er bara, það var svona fyrstu sín. Hann er samt að koma líka bara í betri, mér finnst bara öll holningin á öllu Tindastólsliðinu er ekki góð. Já. Þetta er ekki góð aðstæð að koma inn. Nei, Þessi byrjun á leiknum, það er ekki honum að kenna, hann var ekki svona inn á. nei, mér finnst líka, Þeir eru bara allir eitthvað, þetta er svo útbóðslega vírað og eitthvað. mér líður svo basis sem búið að detta niður eitt level frá því síðustu ára. Það er bara, Þú myndir líka detta niður ef að þú heyrðir það bara út allan bæ að Já. 270 málning væri að leita að betri framkvæmdastjóra. já, hann er, maður hefur heyrt að hann sé alveg grautfúll eftir hvernig málin voru að þróast. En eitt sem ég spá, ég þekki þetta ekki nógu vel, ég var að reyna að skoða félagaskipta markaðin hver ég var að breyta og svona, ég fann það reyndar ekki inn á KKÍ. Okay. Þannig ég fór að skoða samninga leikmanna hjá Tindastól. Já. Basíli með samning út 2027 Já, það tók og Drungíla sem er 28. Já. Þannig að það hefur örugglega verið erfitt að... Sá tryggði pókan maður. Já, Frábær í gær í byrjun þegar hann setti þessa þrista niður, en sko, hvort að Drungíla segir góðan leik eða ekki er farið að fara bara eftir hvort hann seti þristan. já. Það er ekki alveg málið, sko. Svo eru svona kallar, þú veist, þetta Júlíus Orri er fínn í sínu hlutverki svona, en hann er bara farin að fá bara að vera eins og Kobe Bryant stundum, sko. Hlutverkinu er búin að reyðla svo mikið, þú veist ekkert hver tekur upp á því að fara eitthvað að skransa núna. Já. Júlíus Orri er 0 af 7 í skotum í gær, setur 4 víti. Hann stendur bara upp á miðju bara eins og Prime Russell Westbrook og bara einhver hérna Já, kom og gemur kom skrín, pick, Badmus farið til hot. Svo fer hann eitthvað vinstri handar húk eitthvað Já, svona, maður bara er þetta leifulegt í Tindastóli? Ég fílar að menn séu stórir, sko, en hvað er innstæðan fyrir þessu? Það þarf að stoppa þetta af. Basíl, farðu frá. Já. Ég bjóst með að þetta geti kannski verið vandamáli á Káir í byrjun á þessum leik að þeir væru, en Þórir og hérna Elvisson tóku það bara yfir, þeir bara stýrðu í byrjun. Var ekkert gott, en þú veist þar var Kaninn ekki að stíga upp bara allt í einu, svo næsti og næsti en á Tindastóli, það var bara Arnar kom, tók 3 skot í röðu eitthvað, svo bara einhvern veginn hristuður hausinn, þá kom Tævo, 3 skot, bara eitthvað bull. Ógeðslegur sóknarleikur. Já. Þetta var bara svo, og það var ekkert allt eitthvað vittlust eins og þarna eitthvað þvinga sendingar okkur kött, þetta var allt bara svo, urgency er orðið svo mikið, sko. Já. Þeir eiga að vera svo góður en þeir eru ekki í góðum málum, sko. Hvað hérna, þú veist, hvort er þetta ógeðslega vel gert hjá Káur að vinna þetta eða stólarnir með að bara skammar sín? Eða erum við bara komnir í það að þetta séu bara 2 svipuð lið eða? Mér finnst í dag KR bara að vera næst heitasta liði í deildinu eftir Stjörnunni. Mér er það hrifinn af KR-liðinu. Hvað hjálpa er? Með ánæmi fyrir þessu, hann er með ánæmi. Já, þetta var ekki... Sko, já. Ef maður spáir í öll liði. Þú getur alveg sagt það að þeir séu eitthvað næst heitastir, en ég er bara að tala um bara, þú veist, bara næst best mannaðir, fattar við? Þeir eru að verða helvíti flottir. Ef að KR-strákarnir halda áfram, Þorri kemur hann með innspýtingu fyrir áleik. Já, loksins maður. Ef þeir ná því og það verður eitthvað konsistent og þeir eru með Þóri og bara hann verður alltaf á einhverjum svipuðum stað milli leikja, ekki svona mikið rokkandi. Maður var kominn á það í gær þegar Þorvaldur Orri setti þristin og svo komst hann eitthvað línuna og skoraði 7 stig eða ekki eitthvað. Já, maður bara samglaðist á hann, sko. Svo kom hann ekkert inn og bara verið 1:30 eftir á þriðja, aftur. Nei. Þannig að ég hefði kannski verið koppið, kannski aðeins ræta þetta og leiði honum að koma aðeins fyrir inn á í seinni. Já. En svo líka, þetta er bæði, KR vann og Kaninn og KR og hræðilegur í gær, sko. En samt unnu sem er ógeðslega vel gert hjá þeim. Ég held að KR gæti orðið Íslandsmeistari ef að þessi Kani væri þessi Kani jafnvel eftir 3 ár. Já. Hann er einhvern veginn, þá var mér að segja, þú veist, Matti sagði það mér að segja í útsendingunni í gær, sem að ég var nýbúinn að hugsa þetta. Hann dræfar inn og kemur ykkur hjálp og hann kikkar honum ekki út, heldur bara svona hleypur niður gaurinn og fær 50 villan svona. Já. Og bara eitthvað svona, ég hata eitthvað svona nýliðadæmi, þú veist, hann er örugglega búinn að fara í gegnum 7 ár af college-þjálfurum og drilla allt, sko. Hann var eitthvað vanstiltur í gærkallinn. Hann var að dekka, byrja á Basíl og Basíl röldan boltann og þá var svona valhoppaði aftur og bak. Já. Og valhoppaði beint í skrín á Drungilas. Ég sagði, hvað ertu að gera? Það er eitthvað vanstiltur í byrjun þessi.
Hann var eiginlega vanstiltur allan leik. Já, hann náði sér aldrei út úr því. En hann þarf að stíga upp á laugardaginn. Já, þeir vinna ekki nema hann sé Já. allavega bara svona rétt rúmlega á pari, sko. Nei, nú KR konum með hann í lið að reyndar þeir þurfa að fela Toms og reyndar þurfa ekkert að fela Þóri, en allir í hinni geta bara skipt og svona athletic með þeim. Þórir blokkaði nú skot hjá Sigtryggi eftir Já, það var reyndar vel gert. dálskrín. Svo blokkaði hann líka en fekk villu. Þetta hann blokkaði Drungilas, eða Badmus, maður ekki. Hann er alltaf ekkert eðlilega sýtt í Þóri, sko. Þannig að hann getur alveg spila verið, hann hefur bara alltaf verið svolítið latur, sko. Já. Og Toms er ekki spes varnarmaður og hann sé ógeðslega góð sóknarmaður. Það er hægt að ráðast, Stjarnan mun ráðast á hann. Hann er ekkert rosalega mikill, sko. En hver er þú niðurstaðan? Bara svona velgert KR, en þú veist, það samt ekkert eitthvað svona uppsetta þegar þið eru komin með fjóra bara dýra útlendinga. Ég veit ekki hvað þessi gæði kosta og hvað nýlega kanni kostar, en ég er alltaf aldrei með sömu flóð af launatjekkum og Tindastól, sko. En það er bara búið að setja saman liðnum hjá Tindastól sem ekki, samsetningin er ekki að ganga upp hjá þeim. Ég veit ekkert af hverju það er eitthvað sem er ekki að klikka hann hjá þeim. Samt bara svipu samsetning og bara komst í fæna sem fyrra, sko. Já, Basíl, eins og þú segir, það kannski út að það átt að treyta, hann vissi það að vera að semja annan leikmann eitthvað. Svona grunnurinn, mér finnst Tindastóll ekki hafa neinar svona, það ótrúlega vinsælt núna að kenna Basíl allt. Já. Skilurðu? Já. Drungilas er ári eldri, maður sér að faðir tími er að byrja klukkan. Mér finnst þér bara... Já, það er svo bara að þú tekur bara leikinn í gær. Það er ekki þetta, þú byrður ekki meira frá honum, Drungilas, það er ekki séns. Nei, hann fýll í gær. Bara allt í gær. Badmus var fýll líka. En bara svona, spennustíðan er bara svo ógeðslega hátt og síðustu tvær fannst mér miklu líklega að KR myndi vinna. Þú sér að þeir taka bara þrista síðustu 2 mínúturnar og það er sko Drungilas, Badmus, Arnar held ég. Já. Þannig að frá þegar það eru síðustu 2 mínúturnar, sko. Mér finnst það, sko, þessi svona umræða einhvern veginn einmitt bara svona illa sett saman, Basíl, eitthvað svona, einhverjir orðnir eldri. Mér finnst þér bara... Mér finnst þeim að hafa tekist illa að slípa sig. Já, þetta er meira bara það, sko. Þetta er bara þjálfaravandamál, sko. Þetta er eitthvað svona innan hópsins, finnst mér bara einhvern veginn, hlutverkaskiptin, einhvern veginn að þeir trúi, það er búið að vera alltaf svolítið rótari á leikmönnum, en þeir eiga samt að vera konur á betri stað með alla þessa leikmenn, sko. Þessi eini Finn er ekki að fara að breyta því, sko. En geta þeir með Finnan fljúandi, geta þeir unnið þetta? Geta þeir hrokkið í gang eftir leikinn í gær? Þeir eru búin að tapa núna, undanúrslitum bikar, þar á undan 2 leikjum á 4 dögum og báðu með 25 stigum. Þetta er ekkert oft sem að þetta gerist, sko. Nei, mér finnst þetta bara mjög súrt hjá Tindastól. Já, því líka maður heyrði, þú veist, þetta var ógeðslega lélegt og undir öllum eðlilegum kringumstæðum hefði Arnar tekið bara eitthvað mental breakdown í þessu leikliðan í byrjun, eftir fyrsta leikum dag. En hann tekur samt bara svona leikliðan, hann er komin einhvern veginn í mótsögnum sjálfan sem finnst mér, með að vera svona ótrúlega líbo yfir þessu. Við erum að fá frábær skoð, þetta er bara flott sóknarlega. Þetta var ógeðslega lélegt. En mér finnst hann einhvern veginn ekki taka hópinn og bara úða á hann eins og hann hefði venjulega gert, sko. Nei. Þess vegna finnst mér ég skil ekki hvað er í gangi, sko. Hann talaði bara að vera sáttur bara með að menn voru fókuseraðar og skilta þetta á gólfinu. Og var eitthvað svona ógeðslega jákvæð, mér leiði svo að vera að selja með einhver hugmynd sem hann trúði ekki sjálfur, sko. Já, sammála. Það er ekki góð svitir og veistu þjálfarnir. Þetta eru líka bara fullorðnir atvinnumenn og bara margir sem eiga íslenska landsleikið þarna. Eiga bara að vera betur en þetta, það er bara krafa. Eiga að geta tekið bara urðun, ekki eitthvað svona, þetta skrítið, eins og hann sé að fara í einhverju svona byggja strákana upp. Gentle hands svona aðeins svona, eins og ég hefði átt að gera með úlingalið Hauka, fattarðu. Já. Þú veist, strjúkaði meira. Nei, svo voru bara margar skrýtnar ákvarðanir síðustu 2 mínútur til þess, eins og þessi skipting hana, þetta hroka múf sem hann tekur hann í lokin, sem sko tekur hann eins og handsprengi í andlitið á honum, sko. Skiptir Basíl og Arnar út á 4 villum í síðasta vardapleið, setur Júlíus og Ágúst inn á. Ragnar Ágúst. Ætli var hann bara búinn að ákveða að fara í framlengingu. Já. Júlíus er búinn að sitja sko 6 leikmínútur á bekknum. Hann gerði þetta líka oft með Stjörnunni, var með handboltaskiptingar, vörn og sókn. Já, en þú gerir þetta ekki í þessu play. Ég bara... Já, Ragnar Júlíus kemur bara inn á og hann er Þóri fer á vinstri hendinni í leigu. Já. For the game. Því hann er bara frosinn á fótum. Hann er búinn að sitja í einhverja 25 mínútur á bekknum. Hann var með Arnar á bekknum og
hann getur bara Arnar að fara að slæta með hann, sko. Hann hefur aldrei brent hann einn á vinstri hendina, ekki séð sér í helvít. Svo getur hann nú líka bara eitthvað að láta kannski tæfa badmus á hann. Til dæmis. En þetta var allt eitthvað skrítið, að því kerfið á K.A. gekk alls ekki. Friðrik Anton kom einhvern veginn labband á móti, þeir voru ekki með eina spes, þetta backdoor kom, en að hann hafi gert þessi skiptingu var bara... Basíl geti dekka Friðrik Anton til dæmis. Bara 100%. Hann geti ekki pústað neitt upp, Nei. eins frábær skipta á hann sko. Nei, og Kobbi hafði aldrei farið í það vissu allir hvað var að fara að gerast, sko. Þóri fekk boltan á topnum og þá vissu bara Nati nákvæmlega, hann að fara á vinstri hendina, ef einhver ofhjálpar, hann finnur hann, annars hann að fara að klára þetta sjálfur, sko. Já. Þannig mér finnst það líka alveg... En geta stólarnir, það bara spurningi mín til ykkur. Mér finnst ekki, bara ekki séns. Það bara ekki séns. Nei. Ég það sammála ykkur. Ég sé þá ekki bara í einhver seríu sem samt svo góður heimavelli skilur stundum. Ég vetur bara eftir súra leiki og fara þeir svo heim og allt er onni sko. Þó þeir hefðu spilað eins og í gær nema bara unni leikinn, þá hefði ég svarað þessu játandi, sko. Taka eitt ljótan og einhvern veginn byggja upp momentum, en af því það tapaðist, þá held ég ekki, sko. En geta KR unnið Íslandsmeistaratitilinn? Hvað geta KR komist svona newly, þú veist, looking KR með Tomsey Point og komni með annan góðan stóran mann? Já, ég held nefnilega... Komið breytt einhvern veginn líka, sko. Já. Sko, ég fór á KR Grindavík dagina sem að við áttum bara ekki breyki að klukka á, sko. Já. Og þetta er ekki með Keinu og svona, en mér fannst KR ógeðslega góður. Hann er svona, hann hafi fattað það á móti stólunum úti. Þeir eru fóru að spila svolítið hratt, að ég teka aðeins bara beisli á þeim og leyfi þeim að rönna svolítið svona. Já, en ég saði þetta líka daginn þegar þú varst hérna held ég, að sko, Kobbi hefur alltaf viljað spila hratt. Já. En Alexa Júkovic var bara ekkert að hlaupa neitt og Nimróti fyrra var alltaf bara svona, setja svolítið upp og svona halfkort gaur. Núna, þú veist, er hann komið með mannskap til að hlaupa. Þeir voru góður í gær, bæði hérna Toms og Þórir að losa boltan snæfa á pikkurólinu og hreyfa á einhvern veginn, löng close-out, skipsendingar og eitthvað. Þá er það ógeðslega erfiðir að eiga við, sko. Já. Þeir eru líka bara mjög erfiðir að eiga við þegar að Linnart, hann setti þarna 2 þrista frekar stemma. Já. Þegar hann setur skotin fyrir utan og bara tekur fleiri en 1 skot í leik fyrir utan, þá svona, það breytir alveg spacinginu hjá þeim, sko. Ég bara var einmitt að rífast við einhvern daginn með Linnart. Mér finnst Linnart bara einn besti Evrópumaðurinn í deildinni, bara annað árið röð, sko. Hann er bara, það er alltaf sama effortið, hann veður, þú veist, hann slippar þessum skrín og hann er alltaf á ferðinni sem verður að vera með þessum gaurum. Svo er hann kemst í eitthvað hraðaupplaup, þá er hann með eitthvað Eurostep og klára bara, djöfull er hann góður. Sko, mér finnst líka bara Linnart, skilurðu, ég er ekkert eitthvað að segja, hann sé bara eitthvað most talented gaurinn af þessum Evrópumönnum, en Linnart er aldrei að fara að eiga leik eins og Badmus átti daginn á móti Keflavík, þar sem hann var með 3 stig og 2 fráköst á 30 mínútum, fattiði mig. Hann getur alveg verið miðstækur og átt lélega leik, en lélegi leikurinn hans verður ekki undir 5 fráköst og 1 karfa. Já. Eins og bara, Mirza Búlic daginn átti hérna 0 stiga leik. Þú veist, mér finnst það bara svona, einmitt alltaf vera bara að. Já. En ef að KR ætti að fara alla leið, mér finnst þetta byrjónlega KR mjög gott, sérstaklega eftir að bætti svo letta við, bara hann gerir allt sem að, ég veit að svo Kobbi reyndi fyrra að fá Gigliotti á Grindavík, gat bara ekki notað hann. Gat ekki hreyft sig. Þau bara, já, geta ekki hreyft sig til Við hefðum svo sem geta sagt honum það áður en þeir sókn, en það ekki. En þarna er hann komið letta, hann þarf ekki að neina ágjör á, hann getur headsað, hann getur skipt, það er ekkert, hann er bara athletic. Ég held að hann sé miklu betri en við erum líka búin að sjá. Hann verður bara betur og betri held ég hverjum leiknum. Svo einu mjög flóta hreyfingu þarna. Já, líka bara einhvern veginn puttbaki þegar hann kom, Þóri fór eitthvað hátt layup eða eitthvað og hann kemur bara ferðin á eftir. Ég held að hann er bara að læra á það og hann hefur potið ekki spilað svona hratt áður, sko. Nei, en ef þeir ætla að vera allavega þá þyrfti allt í einu kaninn hjá hann að þroskast hratt og hann getur ekki þá að spila eins og hann gerir í gær. Hvað er svona þakið á þessum tveimur liðum? Þakið á Tindastól hlýtur að vera bara eitthvað allt fyrir gangu að vera Íslandsmeistarar, þó við trúum við ekki. Já. Er það ekki líka bara þakið á KR er það ekki bara jafn líklegt að þessi 2 vera Íslandsmeistarar eða? Já, jú, ég verður að samla því. KR aðeins kannski, og skrítið að segja með mannskapinn hjá Tindastól, hvað er búin að setja í þetta. Mér finnst bara, Kobbi bara búin að byggja upp mjög sterkt lið hjá KR. Já, en það er eitt sem ég var líka að pæla. Við vorum daginn eitthvað að tala hvaða lið væri skemmtilega, eða svona myndir helst ekki vilja fá eitthvað svona. Við vorum með Álftanes, IR og KR í þessari umræðu. Já. Er ekki KR bara svolítið að trenda, ekki bara í leiknum í gær heldur en þar á undan,
að þú vilt Jú, kannski með ekki stígandanum þú í vilt þeim. ekki fá þá í bara alls Og ekki. mér fannst þeir nefnilega, það hrætti mann smá út frá þeirri umræðu hvað þeir voru kaldir í lokin í gær. Þeir voru bara einhvern veginn sultuslagir. Þú veist, mann leiði svo getur nokkri gæjar með boltan í höndunum. Já. Til þess að seldi mér ekkert þegar þeir fóru upp í sóknir að þeir væri eitthvað að fara að fá gott skot. einmitt. Þú veist, þeir Já. bara plöffuðu einhvern veginn þrýstu og bara flýta svo Já. ógeðslega mikið. Þannig að það var líka, held ég, jákvæmt fyrir KR að sjá, þú veist, þeir geta unnið svona leiki á stórum stundum, sko. Já. Það er allavega að við fögnum því að hérna, geta séð eftir nokkur ári röð úrslitakeppnisleik í Vesturbænum. Já, Þið fagnir því sem pundits, eða ekki? jú, en einhvern veginn hálfa óþægileg tilfinningar með KR er eiginlega likeable, sko. Það er eiginlega, Ekki á mér. jú, þú getur Það er einu skipt sem ég verð ógeðslega tapsor, ég finn það bara þegar Grindavík tapar á móti Keflavík og KR. Ef einhver hefur sagt mér þetta þegar ég voru að vinna alltaf, náttúrulega bara var maður einhvern veginn skildugur til að þola ekki velgengnina. Ég var að vera, Þeir eru búin að búa til einhvern veginn þannig líka, bara Já. Koppi er svo, það er einhver þægileg ára yfir honum, sko. farð á leikana og hlusta á þulinn, hann er óþólandi hjá KR heimilu, svo klikkar úr skoti þá heyrist í þulinum, ég bara, hvað ertu eitthvað rugglaður eða? Bara, mér finnst mjög, þú veist, það eru mörg hús sem er verra og leiðilegra að mæta heldur en KR upp á hvað þetta er. Það fór ekstra mikið töðunar. Ég mani þegar Fjölnir voru komið upp í dæn á Ægir dræfi, vorum að vinna Fjölnir með 30 stugum og dræfa Ægir inn og átti eitthvað stóðstíku og heyrist í þulinum aftur fyrir bak. Og ég bara, Ég vil meira svona. nei, ég minna svona. Ég er gamlega skólinn, bara ég vil að þulurinn grjótaldi kjafti. Næ, við viljum meira svona. Þannig að það leiðum okkur yfir í hinleikinn, maður segir náttúrulega ekki svona en ég kann ekkert að tala. Hvað hérna, kom ekki óvart hvað Stjarnan voru svona svolítið erfileikum með þetta? Það Jú. kemur kannski ekki óvart. Það kom mér á óvart. Hann Keflavík lagði henn að leiku upp eins og Atli sagði um daginn til að spila um til Stjörnunni. Já. Þá þarftu bara að vera taktískur og brjóta og allt saman og mér hans Danni. Hann talaði um þetta í hverju einasta leik líka. Já, þeir reyndu að brjóta bara, þeir fara ekki á stað. Já. En mér hans þessi leiku mjög vel lagður upp hjá Daniel og þeir voru close en Já, það var eiginlega halfkortsóknin á Stjörnunni í seinna eða í fjóraleik í gær. Þetta var að fara að líta ansið þungt út, sko. Ég skil nú bara stundum ekki hvað með allt þetta helvitis vopnabúr sem Stjarnan eru með í sókn. Skilir stundum ekki, ég er all for free flow og Balli segir bara fyrsta tempo and then go with the flow í leiklíðunum á móti, sko. Já, En þú veist, ok, þeir komust sjaldnar en oft á fyrsta tempo í gær. já. Er þetta free flow, Hilmar eða Ægir að dribbla 20 sinum í röð og taka ömulegt contested skot eins og í gær eða? það voru nokkra sóknir sem að lítu mjög illa út, Leikurinn bara sérstaklega þegar Ægir var að dribbla. Leikurinn bara er svolítið merkja þeir eru búin að vera að klára leik í hálfleik bara núna sísta mánuð. Já, einmitt. Já. Þeir hafi ekki verið í körfuboltaleik í fjóraleik Nei. í svona mánuð. En Það svo- beita svolítið í rassin hann. En svo þegar Seth Leday, ég veit að hann var frábær í byrjun, Já, en svo kláraði hann ekki tvisvar, þrisvar þarna áður en hann fór svo út af með Já. 50 villina. Þú veist, það var bara eitthvað Hilmar Péturs kominn, taka hana að bömpa hann og hann kláraði ekki. Og, þú veist, þegar bara svona, þegar rúllið þeirra dettur út, menna ég. Þegar Seth Leday klárar ekki og svo fer hann út og þinn maður kemur inn á og hann er ekki alveg fljótur að rúlla og slippa hann Bjarni Guðmann. Þú veist, þá urðu þeir ekkert eðlilega ljótur í körfubolta, sko. Já, þetta handoff með kannski 6-7 sekundur eftir á klukkunni, bara fyrsta handoff upp einhvern veginn bakur í bakur og gerist ekki neitt og svo tjekka af þrist, það lítur Maður ekki sá vel út. kannski í gæra að þarna Stjarnan er alveg vinnaból, sko. Maður er svona, Sem að þetta var frábært fyrir framhaldið að sjá þetta. já, En á sama tíma, þeir eru ekki búin að spila alveg körfuboltaleik í ykkur krönstæð. já, unnu í gæra og fyrstildinni, spila kannski við 3 neðstu liðin, svo mætur efstu liðin og þú færið einhvern veginn heppar, þetta er svona kildur í andliti, sko. svo Hilmar var að hitta Allt ítla orðið og sloppy Orri bara á- ekkert, Orri átti ekkert frábær leik og Hilmar var ekkert spes í gæri, samt unnu er hann, já, Nei, og hann hefur oft hitt þessum skotu sem hann var að taka alla leikinn, svo setur hann það í lokin bara, já, hennar þrist. En ég sko, með Keflavík sko, þeir mæta þarna, Keflavík er einhvern veginn bara svona annarkvort, þú veist, hvað setur maður upp í sig þegar maður fer í hnefaleik? Gómur. Svona góm Já. og hérna, og lappar, þú veist, það er eins og þeir hafi komið inn á í gær, eins og þeir væri að fara í boxbardaga, Já. Já, bara eftir að láta- allir þessu gaurar. Og voru alveg bara svona tilbúinir í þetta fyrir utan Remi Martin, ég veit ekki hvað hann var að gera þarna. Já, Ég sérstaklega kólaði maður við sem að
ég gagnrýndi daginn Halldór Garðar, hann reif sína menn í gangi í gær. Já, þannig er búin að setja trausta, búin að skipta aðeins á hluturkum á Óla, Elsu og hérna Halldór Garðari. Þegar hann er með þá er bara meiri tökkur í þið, eða þú veist. Já. En það kostar líka, hann klikkaði hann á leið upp í lokin. Já. Kannski ekki endilega þetta færa mikið rauk fyrir því með þennan hópa, hann hefði verið að vaða hann á hringinn. Nei. En það var svona, hann búin að geggja alla leikinn hann, hann átti fulla rétt á þessu þarna. Þú veist, það er eins og þessir útlendingar hjá Keflavík, þessir sálarlausu mercenaries sem eru hérna, hvað er það aftur á íslensku? Sem eru keyptir inn til að berjast. Jesús. Nei, mjög... Ég kann ekki ensku. Það er eins og þeir sko, þú veist, þeir eru annarkvort allir bara eitthvað ónýtt eins og ekki aðeir og bara missa búl sem bara tilbúin að hoppa fyrir vörubíl, skilurðu. Svo tók Egor hann í lokin eitt mjög ótíðanbært þryggastur og heila flaska en það var svona anskotin, djúðlar í góttinu og þetta er hentu Keflavík. Já, hann var samt alveg að rífast við Jannis og þú veist. Já, en þetta skot var svona... Já, en þú veist bara þessi leikur í gær og Tindastólsleikurinn, þú veist þá, ef ég er Keflvíkingur þá er ég bara eitthvað svona, já ok, þeir nenna alveg að, þú veist, þessu. Þeir nenna alveg að þjösnast og láta finna fyrir sér, skilur við. Því að eftir Ármannsleikinn og IR-leikinn daginn og eitthvað svona, þá voru menn bara eitthvað svona körfuboltakvöldi bara eitthvað að klippa inn á Vísi þar sem að talaði að þeir vil ekki fá brunasár, skilur sem var mjög on point. En það sem þeir voru komnir í gær einmitt með þessu, þá ætti að vera nóg að Remi Martins sé bara í liðinu, ef hann hefði verið heill þá ætti hann að sjá hann síðustu 3 mínúturnar. Þá bara er ekki að hólka á hann, sko. En það er bara, virðist allt vera að honum, sko. Hann er ekki, Mér varst alltaf eins og Halldór náran á sér í gær. Já, svo þetta var eitthvað Ylinn og eitthvað, ég held að þetta er ekki séns. Ylinn? Hann var eitthvað búinn að reyfa frá öðru skónum og eitthvað slæmur í... Þetta er meira en að segja að vera ekki búinn að spila körfubolta. Nei, þú fer í gang og þá fer alls konar, þú veist, önnum meðislega bara hvernig hann ber sig, þetta er ógeðslega leiðilegt, sko. Já, þegar hann fór á hringina svona, ok, djúvillig gaman er komin, en ég nenni ekki að sjá einu sinni viðbóta sem hann feikar, stepback, þrist, tekur upp boltan, gefur hann. Þetta er ljótasti sóknarleikur sem ég séð á ævinni þegar hann gerir þetta. Þannig að þetta er ógeð, bara skjótt þessu. Það er alveg sama að taka erból. Væri ekki búin að gefast upp á hann bara endanlega á þessu tímabili að þau eru aldrei séð hann áður hérna? Jú. Það sem hann er búin að sýna núna, hann er að lifa bara fórnir í fræði, sko. Við vitum, menn eru hræddir við hann að því að vita hvað hann gat gert. En eins og manni segir, það komið samt alveg glimpsir satt í gær. Já. Þegar hann spændi á hringinu oft og kláraði, ég meina hann með 25 stig og 26 mínútum. Þannig eitthvað gerði hann rétt, en bara það er þetta stepback þristur, hann er ekki að fara að skjóta. Tók eitt svoleiðis. Ég bara svipað eins og Atli sendi mér að horfa á Remi Martin án þess að skjóta er eins og horfa á Anime Clown. Þetta er bara ekki eins. Þetta er ekki eins. Þetta er ekki það sama. En þeir eru náttúrulega fastið með það núna. Ég meina þetta er bara út sísonið. Já. Ég meina geta Keflavík unnið Stjörnuna í seríu, geta Keflavík orðið Íslandsmeistarar. Þetta fór frá þeim í gær, fattar við, náðir að vinna eitthvað af þessum topp 4 liðum 3 sinnum. Ef þeir rífa, ef Remi Martin fyrir í gang. Ef hann kemst í eitthvað stand. Þetta liggur allt á því. Ef hann getur verið inn á vellinum í lokin og svona, þá er það alveg séns. Já. Þeir eru greinilega fljóta, mér finnst þeir vera betri gangur í þeim heldur en Tindastól. Mér finnst þeir vera pretenders. Ég sagði daginn, ég skildi ekki okkur Jaka Brodnik væri ekki að starta fyrir Missa Bulic. Ég tek það tilbaka. Missa er betri. Ég ætla að fara í leik með ykkur núna. Bara fara lið fyrir lið. Stjarnan, contenders eða pretenders? Stjarnan? Ja. Contenders. Alltaf. Tindastól, contenders eða pretenders? Það er svo auðvelt að vera svarsvík. Komdu bara með það. Í gær, ég vorum að horfa á leik, pretenders. Já, ég verða, bara síðustu 3 leikir, ég trúið þeim ekki. Grindavík, á þessu tímapunkti. Pretenders, ennþá. Þegar verða að vera pretenders eftir að þangað til ég sé hvað Pargo ætlar að, hvernig hann ætlar að bara líta út. Já. Hvernig ætlar hann að vera. En Álftanes. Já, nei. Ekki í umræðinni. Nei. Okay. En KR? Eru þeir contenders? Já, mér finnst það. En þeir tapar með 20 á laugardaginn? Já, pretenders. Þetta er fljótt að breytast í þessu. Nei, þeir það er ekki svona fyndið. Ég get ekki sett KR í contenders strax. Þeir sýndu mér aðeins meira en, þú veist, þeir eru að, maður er alveg við það að fara að hoppa um borð. Þeir eiga skilið að vera ekki settið þangað strax. Nei. Þeir eiga mega
En ég er með 2 viðbót, Valur í dag. Nei, ekki séns. Nei. Ég horfði á Val í Grindavík daginn. Guð minn almáttugur. Ekki nema sér með einhver laumi félagskipti sem Við vitum mistum ekki af. Já, þá er það. Já, þeir eru þungir og hægir og hvað er að gera? Já, náðum eitt fertugan til þess aðeins að Hann vann hleypa nú lífi bara í þetta. Já, ég veit að þetta Hann eru var- auðvitað pikk, en En hvað með Keflavík þá? Af því að ef að þið segið pretenders, þá erum við með 1 lið sem er contenderlið, sko. já, Er þetta samt ekki það, þó Stjarnan hafi verið í Brasi í gær, þá þetta er 1 lið, allir hinnir eru bara í einhverju En ég meina, öðru, sko. er þá ekki bara, þú veist, stuðlarnir, ef við förum í Epic Bet, stuðlana, það var 1,4 eða eitthvað á að Danmörk myndi vinna EM í handbolta, Já. sem að gerðist svo. Nú er stuðullin eitthvað 2,5 á Stjarnan verið Íslandsmeistari. Ætti hann ekki bara að vera 1,5 eða? Jú. Þú veist, ef við erum ekki með neitt annað lið í bara contender flokk akkurat í dag, þú veist, dýruliðin frá því í byrjun eru dottin út úr því og KR og ég veit ekki hverjir aðrir, Keflavík kannski, eru ekki komnir þangað, þú veist, er ekki bara varla nógu góðu stuðull til að betta á að Stjarnan verði Íslandsmeistari eða? Jú, mér finnst þetta bara eiginlega, þetta er ekki almennilega, það er afhróð fyrir að bara tapa þessu. Það er þeirra að tapa þessu núna. Já. ef að Stjarnan en verið annarra. bikarmeistarar, finnst þér stuðullin lækkað eða hækkað að verða Íslandsmeistara líka? Mér finnst það ekki oft gerast að lið vinna bæði. Nei. En það er samt miklu erfiðara fyrir sko besta liðið endar á því að verða Íslandsmeistari, fattar við? Bara svona eins og þegar Valur Já, Getur óvart orðið bikarmeistari en ekki. Þú getur óvart unnið eitt bikarmeistari, þetta hljómar ógeðslega heimskulega að segja þetta, en hversu oft hefur Stjarnan unnið bikarmeistari til hitta á einhvern hellaðan leik og unnið hann, skilur við? já. En þá hefur það svo sem eiga verið þeir main ekki- targetið þeirra. Þeir gáðu þessu út bara á tíma fyrir að bikarúrslitalið. Já, Búin að vinna hann á einhver, 6 skipti eða eitthvað. Unni einhver 4 skipti á 6 árum. Main targetið var svona örgulega líka að vinna árin. En þeir voru svona aldrei með nógu síðan til að segja það. Þeir voru alltaf bara bikarlið. Já. En ég En held það er náttúrulega bara styttri leið, sko. að sko þetta stjörnulið er það sterkt að ef að þeir vinna bikarinn, það er ekkert að fara að veikja stuðulinn á það að þeir vinni líka, Nei, veistu hvað ég meina? En þeir geta, og færum okkur bara í bikarúrslitaleikin sem er á laugardaginn klukkan 3. Þú veist, þeir geta alveg tapað honum, skilur við. já. Þeir geta alveg tapað einum leik á móti KR. Já, já. Það sem bara Þorvaldur Orri hittir Orri öllu bara. eins og í fyrra og eitthvað svoleiðis. En ég held að stuðullinn sé 1,5 á að Stjarnan vinni og eitthvað ógeðslega hátt á KR, sko. Já, maður getur ekkert betta á móti Stjörnunni í þessu leik, sko. Nei. Kíkjum bara á það átt að vera bettið okkar núna, því að við erum ekkert að fara að betta á næstu umferð. Ég meina það er 3,5 á KR, 1,35 á Stjörnuna. Þú veist, er maður nógu mikill kjánu til að taka KR? Ég myndi ekki gera það. Ég gæti ekki betta á móti Stjörnunni núna. Nei. Með liðið sem við erum með og þeir eru líka bara með, held ég, svona finals, eða svona úrslita. Þetta var líka Leikslið. warning sign í gær að taka svona einn tætt leik. Þú Já. veist, þeir sjá þeir gæti alveg tapað ef þeir eru ekki góðir, sko. Þeir verða alveg að... Eiga alveg nánast alla sína, Giannis var ekkert spes í gær, Hilmar var ekkert spes, Orri bara allt í lagi, þeir eiga þess að gauðra inni. Já. Já. Luka Gassis var góður. Já. Ég veit það ekki. Ég vona bara að þetta verði ekki eins og þegar KR komst í úrsliti fyrra Já. og leikurinn var búinn í Bara hálfleik. sattir. Minnst K.R. mattsákell upp á mótið. En ég samt hræðist að smá að þeir eru að fara að spila hratt við þá, sko. Já, og svo eru Kári hræðir, þeir þá eru- eru Stjarnan, er eins og gera á Keflavík akkurat hínum minn. þeir eru að fara að þvinga Toms alltaf skipta, svo endra með Giannis og Giannis fer með hann inn í teig. En er samt ekki KR bara mun massívari með lettan á 2 heldur en Seth Leday Jó, / ég veit það ekki, Giannis eða einhver svona þristur í fjarkanum? ég hef engar áhyggjur af þessu letta hjá K.R. að hann sé bara með Seth
passa upp á það að hann sé ekki að, þú veist, fá einhver lops og eitthvað svona Þú rugl. veist, ég veit að Seth Leday er gormur og tróðari og eitthvað svona, en þú veist, ég hef engar áhyggjur af þessum tveimur lettum. Þú veist, þeir hafa alveg séð Kana sem kunna hoppa á, Já. sko. Svo bara getur Seth Leday ekki skorað 1-1. Það versta sem að gerist alltaf, maður hefur alveg spilað með svona útlendingum, eða þjálfað kannski frekar, að þú veist, þeir setja þarna nokkuð skot, eins og Seth Leday setti allt onni í fyrra. Herri, þá fór hann einhvern veginn að shake og beika frá þryggjastalínunni. Unlockar nýtt attribut höfð. Já, og Þá bara skills líka. Einmitt, og svo fekk hann boltan einhvern tímann bara langt shortcorner, bara næstu því að þryggjastalínunni. Og þú veist, hann kemur svona upp veikleikana sína þegar hann reynir að gera eitthvað út úr rúlla, tróða, frákasta, skiljiði mig. Hann er bara ekkert rosalega góður í neinu öðru, sko. Það var sem mjög góður í því. Þeir voru svipaður, eins og Missa Búlis er svipaður. Hann er ágætur þegar hann getur klárað eitthvað, svo eitt skeytið fór hann 1-1 eitthvað í hraðaupplaupi, tók eitthvað stepback og datt til vinstri og fór eitthvað ógeðslegt skot og Danni var fórnaði höndum svo 3 mínútur eftir. Hann bara, hvað ertu að gera? Hann tekur þetta mál ótrúlega rákanir. Hann er rosalega fórnar hendur í gangi, sko. Hann er alveg bara, það gerist ekki play án þess að allt þetta Keflavíkurlið og þjálfarateymi sé bara eins og allir séu að leggja það á einelti, sko. Það er eins og þeir eru bara að fara einhvert að mótmæla einhverju gasasvæði sitt beint í kjölfarið, sko. Ekkur var svolítið tæpur í dómarunum í gær, eins og hausinn var full mikið þar. Herru, ég fekk í gær hvort að hver væri floppari maður. Hver floppaði í Stjörnunni? Jannis floppaði eitthvað út á miðju. Ég fekk þetta frá Keflavíking. Ég er bara svona Halldór Garðar í gær. Og frábær í körfu og allt það. Ég held að hann hafi floppað svona 5 sinnum. Já, Ég held að það var rauningan í lokin. Út með það var ruðningur. Er það ekki? Jú. Ég var alveg seldur, en þeir voru búin að sjá nóg. Þeir bara liti ekki við þessu. Þú ert með Remi Martin, þú ert með Halldór Garðar, þú ert með Egor og Mirza Bulic. Eru þetta, og Jaka Brotman. Og Jaka, ég ætla að gleyma mínu manni. Eru þetta, hafa einhvern tímann jafn margir flopparar verið saman í liði? Nei. Jafn vondur leikaraskapur saman tróðinn, fattiði mig. Ég man ekki eftir því, sko. Ég verð samt að gefa Halldór að hann fórnar alltaf á líkamanum. Hann finnur fyrir þessu. Hinir eru bara einhvern veginn að gera þetta bara að því bara, sko. Já, sko stundum já, en þegar hann greip þarna í höndina á Jannis þegar hann kveikti í liðinu. Hann heldur og svo grýtir hann sér í gólfið. Maður er alveg bara svona... Hvað heldur að Halldór hefði gert hefði Jannis kýlt hann í magann? Hann lægi ennþá í smáranum, sko. Ég heldur þegar hann hefði staðið upp og drepið hann. Nei, kannski ekki. Hefði ekki vaðið í hann, eða? Ég hann ekki þóraði. Hann hefði farið enni við Jannis þá? Nei. Hann finnur alltaf enni við alla. Það fyrst þegar hann snúist í nokkra hringi. Þessi, hann var búinn að fá það sem hann hefði verið búinn að fá það sem hann vildi. Eitt högg. Já. Hann var búinn að vinna þennan bara þetta. Hann er með á morgun, nei á laugardaginn. Herru, það var ræða höggið. The Punch. Hafið þið verið kýldir svona í rubbeinið eða? Nei. Ekki þú heldur? Jú. Allir pott. Jú. Bara orðið fyrir búkullu. Nei, ég hef alveg pott það skilið. Hefur þú heldur ekki verið kýldir? Nei, ég Já, það er er lækból. Já, Sko, hvað fannst ykkur þetta högg? Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvað þetta er fast. Ég á erfitt með að lesa þegar Ég- búið að hægja þetta svona niður. Fyrir mér er tveggjuleikja bann. Já. Þetta er bara bannað. Þú kýli ekki eitthvað í magan og ætlar að komast upp með það. Bara drullaður út úr húsi og tveggjuleikja bann. Hagar svo maður og eiga verið bandur. Já, Það veldur mér smá ágjum, þetta hafi kannski ekki verið svo fast, Já. en hann gjörsamlega átti þetta. Já. Hann benti bara á Já. Dabba Reyðars, Já. nú sást þetta, nú gerum við eitthvað í þessu. En eru menn ekki klárari en það að, þú veist, er hann svona fokkin heimskur eða? Þetta bara er blóðheitur, þetta er ræður bara ekki við sig. hausinn. Þú veist, þegar menn er í ennsku úrslitin í fótbolta, bara einhvern veginn að fatta það eru myndavélar. Hrækjandi í andlita á okkur, hann er bara ekkert að hugsa. Nei. Líka það var ekki eins og verið að gera neitt við hann, sko. Þeir voru að fá villu og það áttu að vera 2 skot. Já, ég sé það var ekki eins og, þú veist, ef að Orri hefði kýlt hann, skilur, eftir að hann bombar hann í augað í einhverju frákastabaráttu sem hann er of seinni, þú veist, ég hefði skilað að hann hefði bara eitthvað skallað en frekar pyrraður yfir þessu. Já, Meiddi sig. ég hefði skilið þetta ef þetta hefði verið eitthvað end-to-end leikur í smá stund og Já. svo ekki menn bara búin að gleyma hvað staðan er. Þeir voru nýbúinir á Ítalínu vissi nákvæmlega hvað staðan Já, er. og hann Þeir eru með braut leikinn í ekkert á höndum. honum, sko. Ég skildi ekki. Það áttu allir að hugsa þegar þetta vítaskot að tekið bara, ok, við leifum þeim bara að skýta í brækjarnar hérna, við þurfum bara að halda. Nei, hann hendi þetta strax eftir vítið. Ég væri brjálaður ef ég væri Baldur. Kýli ekki ekkert inn í magan hérna. Þetta er hvað rugglaður. En sko, nú er bara málið þannig að
ég er búinn að vera að lesa mig til og spyrja mann og annan og það er ekkert sem að bendir til þess að hann fari í bann fyrr en í fyrsta lagi í næstu viku. Já. Hér erum við bara beint með upp úr lagasafni KKÍ, grein 9. Úrskurðarnefnd skal kveða upp úrskurð á miðvikudögum. Miðvikudagur í dag, vissulega. Nema hvað? Öll mál sem borist hafa til skrifstofu KKÍ með sannarlegum hætti fyrir miðnætti á mánudögum verða tekin fyrir. En það eru svona undantekningar í úrslitakeppninni í gegnum árin, eða ekki? Já, þeir hittast í úrslitakeppninni. Það leiðir mig í grein númer 6. Maður er náttúrulega lögfræðimenntaður. Nei, ég er það ekki. Í úrslitakeppni skal nefndin kvödd saman leið og skýrsla eða kæra berst. Þannig að þá væri búið að funda í dag. Já. Skal nefndin kveða upp úrskurð eins fljótt og auðið er. Ef að ræða síðasta leik í deildarkeppni skulu sömu reglur gilda. Þannig að basically þú ert í banni í næsta leik í úrslitakeppni. KKÍ, það bara að breyta einu. Og Drongíla setjum árið það ekki, sem tekur hérna í Þorlákshöfni eða eitthvað. Þarna ætti náttúrulega bara að vera sömu reglur gilda Final Four í bikar Hvað er þetta marga ára, úrslitakeppni. hvað er þetta marga ára gamalt, þetta system, bikar helgi? 5 ára gamalt? Jú, bara lágmarki, já. Þannig þú veist, þetta er bara svona N1. Já. Við lærum af reynslunni, þetta þarf alltaf að gerast Já, og við breytum reglunum. En sko, við rönduðum hérna, ég, strax í október. Þegar Pablo Bertone byrjaði að setja út Já. leikina sem hann var í banni fyrir með KFG. Skipti svo yfir Stjörnuna, skipti svo yfir KFG og allir vældu yfir þessu. Ég tuðaði mikið yfir þessu hérna. Þannig að í nóvember mánuði eða loka október eða whatever, bara leiðu að Pablo var búinn að setja út bannið sitt, að þá kemur mid-season, ekkert körfuboltaþing, ekki neitt, KKÍ kemur saman, breytir reglunum og þetta má ekki í dag. Já. Skilur, það er bara ömurleg regla, við glemdum að skoða það og við lögum það. Nú er fólk að hlusta á þennan þátt, þúsundir manna á 50 klukkan 8 á leiðinni í vinnuna. Þá bara breyta þessar reglur núna. Já, sammála því. Það er ekkert of seint að breyta þessar reglur núna. Hádegisfundunir KKÍ á 50. Herri, við setjum hérna undir grein númer 6. Fjaralega úrslit í bikar. Og bara, sorry, Garðabæ og Stjarnan, ætlið þið virkilega að væla yfir því eða ætlið þið segja skam við Jannis? Laga þetta, menn geta tuða yfir á föstudaginn og svo bara leikur á laugardaginn og setur leikinn út. Þeir töðu nú eins og Sethli Day í bann, hann geti ekki vælt yfir neinu þegar hann var í Grindavík. Það setur ennþá í ykkur, Grindjána. Já, þetta var Grindavík kölluðu þetta, það var rottufaraldur í Garðabænum. Já, ég man eftir þessu. Rotturnar úr Kærubæ. Já. En eru þið ekki sammála því? Þetta meikar engan sens. Nei. Þetta er líka bara, þetta voru 2 geggjaði leikir í gær. Og fyrir utan það að það kom ekki strax upp á skjá hvað staðan væri, þá stóðu þessi bara mjög vel líka. Mjög gott. Þú veist, bara flotti pundits og Matti og Gunni Birgis alltaf góðir og Já, Matti geggjar. Mér finnst þetta allt bara ógeðslega flott dæmi, skilur við, og kvenna í kvöld og svo kemur úrslitahelgi og ég bara get ekki beðið eftir að horfa á þetta í fucking símanum mínum í leigubíl og teppalögum bar út í Englandi helgina, skilur við, bara dagskráin verður adjusted to þetta að geta horta á þetta. Er það virkilega að fara að setja einhvern veginn svona... Þetta er búin að tellja upp hvaða marga aðeila sem eru búin að gera vel og þetta stóðlega þessari flottu bikarhelgi. En þetta strandar á einhverju reglverki á KKÍ. Enn eitt loophólið. Já. Og svo kemur eitthvað fucking loophole og Jannis skröltir þarna inn á, bara eitthvað að hita upp og þetta verður umræðan og þetta verður tuðið og þetta er svo ógeðslega ömurlegt stórinn. Bara breyti þessu, það er 2 virkir dagar eftir af vikunni þegar þessi þáttur kemur út. Og eins og ég segi, Stjarnan myndi ekki einu sinni væla yfir sig af því að gæinn fucking kýldi hann í magann. Já. Eina sem við það ef þetta hefði verið öðruvísi mál, ekki bara svona, bara bleitant bara heimskulegt að kýla hann í magann. Væri maður þá að berjast fyrir að reglunum meiri breytt, ef þetta hefði bara verið 2 ástandningsvillur og hann væri búið með aðvarandi að hinga til, það hefði lendið í áður tímabilinu, bara 2 taktíska villur eða eitthvað.
Nei, væri maður þá að bregðast við? Nei, þú væri ekkert að gera það, Ég held af því nefnilega að það er iffi. Já. Hvort þessi bann, er það sekt, í Þá dag er alltaf það þið sé sekt. bann í næsta leik, þú Já. veist, við allt annað lið. Og ég hef aldrei verið hrifinn af því að milli sér eins og þetta með síðasta leikin í deild, Já, að það hagnist liðinu sem mæti með fyrstu umferð í úrslitakefni. einmitt. Þú veist, þá svona einhvern veginn farið eitthvað gefins. Já. En þarna, þetta er bara svo ævintýrlega heimskulegt að hann á Ég skilið vil bann í bara, öllu. ég Þú vil veist, að bara, stjarnan þetta ákveða bara, herru, þú spilar ekki, þú var svo ógeðslega Já, heimskulegt. þú kýlir einhvern í magan í undanúrslitum. já, Það er út úr úr þú ert ekkert að spila úrslitaleikin. Nei. Það bara meikar engan sens. Og svo er ég í mörgum eitruðum spjallkrúbum, alveg eins og þið og við allir. Og það eru menn að tala um svona hversu þungt var þetta högg, skilur við? Það skiptir engu máli. Það vekur smá ágjur á mér að Möllerinn tók Já. þetta bara með einu glotti. En það skiptir ekki máli. Nei, Ef bara ég myndi, athöfnin. ef ég myndi slá manna hérna í andlitið, bara búm, bytt slappan, það er þriggjarleikja bann. Er það ekki? Jú. Klálega. Ég myndi kýla þig framan á nefið. Er það ekki líka bara þriggjarleikja bann, eða? Líka því sáu viðbröðin honum, hann þrætti ekki eins og niður. Þetta er þessi fyrst skipti í sögunni sem hann þrættir ekki við dóm, eða svona Þetta eru 2 leikir, finnst mér. Já. Svona í magan, svona. Bara í 2 leikja bann með hann og málið er dautt. Þú vil er hann heimskur. Mér finnst líka bara það að ég að refsa honum fyrir að vera heimskur. Já. Já. Fattar mig. Og það er alveg ógeðislega ósækjant og glatað fyrir bara hann, fattar við, að fá að spila þennan leik. Já. En ég elskar hann þetta ekki. Að fá að vera aðeins umdeldu bara. Djöfull er hann tæpur, maður. Ég veit það ekki, mér fannst hann ekkert elska það í fyrra þegar að hérna í bæði á móti Álftanes og svo í finals Já, vera umdeldu. þegar að þú veist það var svolítið verið að spotlighta bróður hans og hvernig bregst hann við að bróður hans sé fáiði og þá, þú veist, hann varð einhvern veginn bara minni Já, og en hann minni. líka, þá var hann einhvern veginn brósa að bakka það upp með honum og hann var Já. heldur betur ekki að standa undir því sá var slagur í úrstökk, það var bara En ég bara meina þegar spotlightið var á bræðrunum. Já, ég held hann sé sterkari einn, það hlýtur að vera. Ég er með smá draum. Mér langar að ógeðslega eitthvað lið, taki eldri bróðurinn, bara gjörðu svo vel. Finnur þú lyklarnir á sóknarleiknum, skjóttu bara svo vilt og sjá bara hvað hann er ruglaður. Hann tækir örugglega 50 skot í leik. Sko, ég ætla að hrósa líka Gunna Birgis fyrir að segja okkur það í gær að hann sé að spila í Kína. Ég heyrði það ekki, en að spila þar. Já, mér finnst það bara svona, hann var svona að grínast að fólk er að senda á mig og spyrja hvar er bróður hans. Það er bara að svara því hann er að spila í Kína. Bara svona, ég veit að hann var að grínast, það var enginn að senda á hann. En það má alveg koma með meira af svona upplýsingum. Þegar ég er að horfa á þessar útsendingar hjá Sín, ég er bara svona, það er oft eitthvað svona, þessi er að koma, hann er hérna nýkominn í liðið. Rópaði út þér hvaðan? Ég er ógeðslega forvitin, skilur við. Mér finnst Hörður svolítið gerði í skiptiborðinu. Já, Hann svona komið upplýsingar og svona. sagfræðingur. Hann kemur og Það er borðnisingur. ekki leiðilegt að segja frá. Nei. Það er nú, En neitt borgnesingur, en djúvill er þið búin að eigna ykkur körubolta. Er hann ekki borgnesingur eða? jú. Er Arnar Guðjóns borgnesingur eða er hann eitthvað Hann er- reykdælingur eða Hann er í borg, hann myndi til þessum borgfyrðing, sko. Já. Fyndi hvað þið svona, eruð einhvern veginn Við byggust ekki á þessu, svona, þessu innrás. nei, svona komur úr svo bakdýra menn og tóku svolítið bara svona yfir körubolta. Skúli Ingibergur, hann er líka það að nefnst Hann alltaf öskrar, hann æpir á aðteklinu alltaf. Já, Tók hann bara allt galleri í eitthvað nokkur ári röðum með KR einmitt. og öskraði á Þetta er aðteklinu. svona, ekki getið þið búið til alltaf að stíga fram fyrir. ekki getið þið búið til hálfan góðan köruboltamann eða köruboltakonu síðustu 20 ár. Nei, Skúli mætti einhvern veginn baktur að meina að ykkur og hýrt allt gallerið. En svo Stóðst einhvern veginn í framar eitthvað bara og sýndi hver var kóngurinn. En það er borgfyrðingur, sko. Hann myndi gera eitthvað ekki mjög gott við mig, ég myndi segja að hann væri borgfyrðingur, sko. Hérna, hverju vinna það úrslitaleikin? Fyrst við erum komin þangað. Ef Janus er bara með og KK breytir þessari reglu örugglega bara fyrir næsta sísón. Það þyrfti þá aukalega, þú veist, það þyrfti kvöldfundið eitthvað, þeir nenna því eitthvað. Það er mjög auðvelt að segja Stjarnan, sko. Já, Það þarf, ef að bæði lið, ef að Stjarnan spila sinn leik, KR spila sinn leik, þá vinnur Stjarnan. Þannig að það, þú veist, það þarf eitthvað að gerast. Bikar uppsett. Nei, við verðum bara að fá leik. Við getum ekki verið frekar. Það verður að vera leikur. Já, ég skal bara spá þessu, KR vinnur hann leik. Þetta Janus Dót er að trufla Stjörnuna of mikið. Þetta verður umræðan þangað til 5 mínútur í leik, sko. Já. Þetta verður umræðan yfir leikinn. Þegar Janus skorar, hann ætti ekki að vera þarna inni, sko. Hann ætti sko ekki að vera Ég er að lofa þér, þetta fyrir ekki töðan á KR, sko. Þeir vil ekkert fá þetta frítt þannig, sko.
þeir eru náttúrulega bara með 4 landsliðsmenn og 3 aðra atvinnumenn, þannig að frítt helvítið svona, Þeir vilja ekki fá neitt auðgæli, þeir geta alveg unnið það. Það er nefnilega málið. Ég held að Káir trúa því, sko. Já. Svo Ég til trúi Ægir líka, mun sko. liggja í Toms, maður sá það sem til fyrsta leik, Toms er vanur því að láta dekka sig svona, hann bögga hann ekkert endalaust, sko, hann kemur samt sínum skotum upp. Já, En það góða er fyrir Þóri að núna er ekki Júkovic að þjösnast í korter með Ægi á sér, fattar þau? Þannig að Ægir fer ekki á Tóta Turbo, Já, skilur þú? Hilmar Hennings er góður í vörn og líka, þú veist, hini gaurarnir, en Ægir er bara öðruvísi þegar hann er að pressa boltan. Þannig að hann getur ekki bæði pressa Tóta og Toms. Ægir rak Shabazz og Grindavík, sko. Já, true. Í 2 leikjum á, bara eftir þá 2 leiki, bara, já, pressa út úr landi. Jú, það hefur verið gaman fyrir Shabazz þar að vera með annan bólhandlar með sér. Já, það er Skilurðu? hjálpað. Og það er Turbo komin með núna. já, Þannig að gæinn sem Ægir er að dekka sleppir því að koma með boltan, ekkert vandamál, sko. Það því að hinir eru, þú veist, þeir voru rosa mikið rótir á Revi Martin sem fór vel taugarnar á mér. Þeir voru svona, það var pælingin að vera með lengd á honum. Þeir voru með Luka, Janis, Orra hérna líka á einhverjum tímapunkti og hann náttúrulega bara skoraði 25 stig og alla þessa gauðra, sko. Ægir hefur dreipið hann cirka 5 mínútur, sko. Af hverju var ekki með Ægir á hann? já. Hann hefði gert það, sko. Bæði Valur og Tindastóll spila mútið Keflavík eftir reymgjóð tilbaka og ég skildi ekki uppleggi á þessum liðum. Þau voru eitthvað trapp inn eða þú veist, loka vörnin og liggja á Martin og maður sá það strax að Martin var ekkert að fara að gera neitt. Nei, Það voru hinni bara í veislu og láta á aða, sko. já, Ótrúlega skrítið upplegg, sérstaklega á Tindastóll í Keflavík. já. Hérna, ég ætla að segja að Káur vinni þetta. Já, Ég trúi því alveg að þeir geta það alveg Við vel. fáum upset. Þeir geta það vel, sko. Og svo verður það Stjarnan Íslandsmeistari, skilur, vinnar örugglega bara sem í rest. Vinna einhverja seríu 3-1, en annars bara tapa þær ekkert mörgum leikjum. Það er bara, ég held ekki. Stjarnan verður vinnur þetta. mér finnst það bara að fara Káur einhvern veginn, sko, þetta er svo óeðlilegt. Ég man eftir úrslitaleiknum þar sem að Stjarnan, sem gjössamur underdogs, unnu Jón Arnór og félaga, og við munum allir eftir þeim leik. Þetta er bara svona, Strafauski spesial. Power rankings er gjössamlega búið að snúast við. Káur mæta þarna með bara litla Latvíu með sér og Þetta leikur sér sýndur algjörir í, underdogs. leikur sér sýndur út í Lettlandi, ríkisvarpunnaðar. Hlýtur að vera. Algjörir underdogs á móti Stjörnunni. Þetta er bara svolítið cool. En er almenn stundsmaður að fara að mæta og halda með Káir, eða? Já, ég held að það sé mjög margir sem fóla ekki Stjörnuna. Ég er nefnilega held það. Þessi er eitthvað stutt á milli í þessu. Eins og segir, það er svo fá ár síðan að fólk mætti bara með bláa andlitsmálingu, sko. Vildi Já, bara en þeir KR eru, tapa. þetta er bara ekkert krútlegt lengur við það að þú veist, Nei. þeir eru bara með alla bestu gauruna, þannig að það er ekkert krútlegt. Já, Íslandsmeistarar, þú veist. Þannig að þeir eru bara orðnir jafn óþolandi og Káur var fyrir fólki. Er það ekki bara alltaf success fyrir töðunar Jú. fólki og það er bara búið að snúast við. en ég veit ekki á hverju þetta er að fara að ráðast endilega, þú veist, þess að segja. Ég held Káir, ef það er bæði lið að spila sinn leik, þá eru Stjarnan klálega betri í því og vanari í því. Þeir eru bæði þá að fara að spila helvíti hratt, sko. Já. Hérna, hvað ætlum við að ræða meira? Við ætlum að ræða fyrstu deildina. Bara því að þú ert mættur hérna og spáðir vildi setja Borgnesinga og sagði orðrétt við mig, neldu þeim upp í 3. sæti upp fyrir Fjölni og Sindra. Já, Það þeir eru voru á næstu leiðinni. 5 leiki, bara eitthvað svona tómbóluleiki. Já, heyrðu, hvað gerum við? Heyrðu, Skallagrímur er 5 stigum undir á móti Fylki í hálfleik. Hefur ekki að setja, kannski 2 mánaða laun verkamann sem vinnur í 270 máning undir og bara fara til tenni með fjölskylduna? Heyrðu, bara Þetta var helvíti. slæt ell með 4 fokkin útlendinga á móti Fylki. Menn hafa fokið úr starfi fyrir minna. Já, maður þarf nú ekki að óska neinum þess, en guð, þetta hjálpaði mér ekki, þessi lína flýgur ekki sem ég sagði um daginn, sko. Þið hafið örgulega, bara þegar þú veist að þjálfa á eitthvað svona, lendi því að þú veist að kemur unna á, bara til þjálfara og leikmanna, þetta hefur oft ratað eitthvað inn á Vísi líka, eitthvað svona, fekk ótrúlega ljót skilaboð eftir leik. Eitthvað svona, Já, í why don't you all stop Já. playing basketball, Já. bla 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 bla.
Ég var spáði að senda eitt stykki svoleiðis á minn mann Jose Medina eftir leik. Já, var hann að blæða eitthvað á það fjárhagslega? Ég meina bara, hvað er þeir að gera? Þetta er, Hvernig er þetta hægt? ég er samt, Þetta er körfubolti sko, þetta er ekki fótbolti, þetta er ekki hérna móti vindi og þú bombar fram og farið vítaspinn og vinnur 1-0 sko. Þetta Nei. er körfubolti. Þú þarf bara non-stop í 40 mínútur hlaupa upp og niður og bara fucking tapa og gera nógu illa til að tapa. kannski mesta áhyggjuefni var að þeir skoruðu líka 90 pluss, kallar ekki sko. Þetta er ekkert eðl, Það er eiginlega svona, ég skilja að það hefur bara, herru, já, við vorum þetta bara með 2% strikstendingu, það var bara eitthvað ekki í lagi. Já, Þeir skora 90 pluss, þetta er, en fá á sig, Það virðist nú eitthvað vesinn að skora hjá þessu skallagliði. Nei. Margir sem geta verið með 20 pluss stig þarna. þetta er versta tap tímabilsins í fyrst deild. Sammála því. hverju er við Fylki búin að vinna líka? Unnum Hamar allána. Þetta er verra. Já, Þeir eru ekki búin að vinna eitthvað topplið sko. Þetta verra, skilur, en, Þeir voru í leikum út í Haugum um daginn. já, En þú veist, einhvern veginn fundu þeir leiðina, já. kláruðu þá. Og bara, einmitt bara, ég held að leikurinn hafi svo endað eitthvað 9-2 eða eitthvað skilur í Já. bara síðustu 2 mínútur eða eitthvað. Já, En Borgnesingarnir, þeir ná ekki að setja í lás. Það er bara, þú veist, það er bara að fá sér, þú veist þess að segja, skora 90 stig, þá hefur sem maður, ok, nei, þeir voru kannski tæpir, en fá sér 90 eitthvað stig á móti Fylki og tappa þeim, það er ekki gott, sko. nei. Af því það er nú þorrablótur í næstu viku og svona, þannig að þetta eftir að vera gaman, sko. Já, ég lakka til að mæta þar og Reyna að hafa gaman. láta menn heyra það. Nei, þetta er ekki samfærandi. Mér finnst bara einhvern veginn svona, þú veist, það er oft þannig með fyrstdeildina, eiginlega bara alltaf. En svo við sérfræðingarnir þekkjum fyrstdeildina. Hvað ætlum við eigum marga svona leiki saman sem þjálfara leikmenn í fyrstdeild? 1000. Ég veit ekki, Í þetta er sendinu. Ég veit ekki hérna, ofta spila við Snæfell þegar þeir voru mjög lélegir. Já, Hræðslan var helviti mikil. já. Það er að ekki tapa þessum Já, leik. Það er já. svo erfitt að útskýra að því þú veist að motivationun er hinum einn, sko. Já, Það var bara svona, please ekki tapa þessum leik. Mér er alveg sama hvernig ég vinn. Þú veist, þetta má bara ekki tapast, sko. já. Sem er ógeðslega hættulegt, sko. Sko, Og það sem maður var alltaf að passa sig að strákarnir myndi ekki fatta það, sko. Ég var alveg, og það er hættulegt í fyrstdeildinni, finnst mér. Þú veist, Það ég sem held að við töpum við reynir sangir í síðast tímabil sem ég var að þjálfa, sko. Já, en það var að síðasta tímabili sem þú þjálfaðir. Já, og það gerist bara eitthvað. en Það var þetta mörg verður bara lið það stíð og lélegt. bannana í Sandgerði. Það verður bara það lélegt að ég hugsaði bara, fuck. En sko það sem ég ætla að segja, mér finnst fyrsta deildin alltaf vera þannig, bara mér finnst ekki vera núna, að þú kemur inn í sísónið, það er svona 5-6 pretenders lið. Já, Með 1-2 sem að svona langar mjög mikið upp og svo um 5-6 sem að langar. Og svo eru einhverju reknir í úrvalsdeild. Og þeir eru pikkaðir upp. Og allir kanarnir í fyrst deild eru á drasl samningum, þannig að þeim er skipt út. Bara eins og Böski er komin inn í hött aftur, skilur við. Og Blikar skipt út og komin líka með góðan kana. Þetta hafa eiginlega verið bara, þú veist, þú allt einu hérna pikkar upp Markus Oliver. já. Og skilur þú hvað ég meina? Það er bara svona, þegar þú ert komin inn í janúar, febrúar, þá er einhvern veginn svona úr pretendersliðunum, þá ertu komin bara með svona 5-6 lið sem að bara svona, að þeim langar bara svolítið upp. Já, Það er bara svona, allt í einu bara svona, seldi einhver þjálfari stjórninni það, að það er bara svona, pikka einn gaur upp í viðbót sem að var rekinn hérna í já. Njarðvík. Ágætum við kannski bara komast upp. Mér finnst þetta í fyrsta sinn vera bara öfugt. Fjölnir bara missa Danan út og pikka Engan upp og eitthvað, eru bara einhvern veginn bara, eru þarna. En er það ekki bara meiri raunsæ? Þú veist, eins og Fjölni. Já. Það hefur bara einhver í stjórninni sagt bara, heyrðu, þetta er ekki að fara að breyta neinu. Ég horfði nú, Eðlilegra. Ég held meiri raunsæi hvað varðar að langar okkur virkilega svona Ég segi mikið það, þú veist, það er bara fólk bara, heyrðu, Úrvalsdeildin er bara orðin þetta eitthvað er bara svo mikill pakki, þetta Já. er ekki séns til Já. hvers að stíga upp í þetta skrimsli og láta éta þér. Höttur eru dæmi sem að ég er að tala um. Þeir pikka upp Böski, Já, þeir hérna, bæta við Gianni Koljanen, já. bara til að bæta honum einhvern veginn við já. og eru bara komnir bara með massíft lið og eru líka bara núna að vinna allar með 20. En eru þeir ekki bara, er þetta Gianni ekki bara pick up fyrir næsta, þú veist, þeir ekki bara, þú veist, í staðan fyrir Karlovic, OB-inn okkar, eru þeir ekki bara að reyna að yngja upp í þeir sem er að verða þessum íslenska kjarna? Er Gianni orðin Íslendingur? nei, Eða, þú veist, er hann ekki með íslenska kjærstu og hann er ekki fara að vera, þú veist, hefur Já. mikla tengingar, þetta er ekki bara einhver, skilur. Nei. Þá hefðu þau fengið sér einhvern aðeins betri. Já, þú veist,
ég veit það ekki, en jú, örgulega. Ég geti trú að það væri Þetta og hugsun á vegabréf og bakvið eitthvað, þetta. já. Fyrir að Þeir eru allavega bara komnir með lið núna sem miklu sterkar heldur enn í byrjun þegar að Já. það var annað kanni, það var engin Koljanen, það var einhver haltur íri þarna á tímapunkti, Nemanja var meiddur og eitthvað svona. Nú þeir bara orðnir svona geðveikt sterkir. Haukar hafa eiginlega engu bætt við, fengu Frosta úr Ármann heim. Já. En það engin bara eitthvað svona, tökum einn útlendingi viðbót. Þú veist, Nei. Borgarnes gætu alveg upp að þennan kana sem 4 stig á móti Fylki, sko. Ef þeim langaði, Já, þeir langaði ógeðslega mikið upp, þá væri einhver fundur núna bara, hey, tap móti Fylki, ok, það enda komið í febrúar, þú veist hvað ég meina? Já. Það engin að Sindri geti tekið miklu betri kana. Já. Og líka með venslasamninga, það var bara allt einu datt Eyjólfur Ásberg inn í Skallagrímsliðið. Þú veist, tvíburarnir voru allt einu komnir úr stjörnunni í Ísafjörð á sínum tíma. Já. Þetta bara svona, það engin að fara á einhverjum venslasamningum í toppliðin núna, finnst mér. Nei, það koncept líka einhvern veginn étur sig bara innan. Þú búinn að selja einhverjum strákum, heimastrákum einhverju hugmynd allt tímabilið. Svo færðu einhvern bara annan til að koma þegar hlutin fara að skipta einhvern máli og bætir aðeins við í gæðum. Hinn sem eru búin að æfa allt tímabilið og átt alltaf að fá eitthvað. Já. Og kom bara einhverju gaur sem æfi ekki eins og spila bara, sko. Ég veit að það betra en þú veist, að því þú ert ekki að nána í markmið heldur. Mjög oft á leiðir samt venslasamningur inn í það að leikmenn fara í liði, sko. Já, það þyrfti, ég bjóst alveg eins við að Hugi myndi koma núna í, hann var alltaf venslasamning í Borgarnes í fyrra. Nei, Hilmir. Hilmir segi ég, já. Og spilar, þú veist, ábyggilega 30 pluss mínútur. Já. Ég veist að maður hafi eftir allar æfingar. Já, en hann náttúrulega í fyrstu deild, samt bara í Já. mögulega ef að liðið hefði haldið sér uppi og fengið sér 700 útlendinga eða eitthvað. Já. En þú veist, ef að KR væru ekki með KF-liðið, þá þar alveg svona 3 leikmenn sem spila ekkert í, þú veist, Lars frábært dæmi, skiljum við. Já. Bara Lars ætti að vera 35, og náttúrulega með KF. Já. En ef KF væri ekki til, þá væri hann í Borgarnes að spila 40 mínútur, skiljum við. Klálega. Hann spilaði ekki í gær, hann nokkuð? Nei, kom ekki inn á, held ég. Hann bara, held ég, eiginlega ekkert að spila eftir að þessi stóri letti kom, sko. Þetta er Friðrik Anton, 2 lettar, bara svolítið svona. Já. KJ getur farið eitthvað í fjarka líka. Já. Það bara ekkert pláss. Eins góður og hann og verður örugglega, sko. Já. En svona, þú segir, þú veist það, ég er ekki að fara út á land og... En sko, vígbúnaðar kapphlaupið sem fór þvílíkt í gang hérna þegar Hilmar kom og allir öppuðu sig leikmenn, það leiddi alls ekkert niður í fyrstu deild. Nei. Það gerðist ekki jack shit á þann janúar. Það hafði meiri áhrif á hín liðin heldur en Stjörnuna sjálfa. Þetta var svona eins og gott bluff í póker, sko. Já. Tindastóll veiki sem með þessum skiptum, Grindavík veiki sem með þessum skiptum. Mögulega á eftir að koma ljós, já. Eða þú veist. Já. Það er alltaf ekki búið að selja með þessu búin að bæta sig bara. Nei. Ég veit ekki. Já. Veikja sig ef hann ætla bara að vera available 20-25 mínútur í öðru hvernig leik. Já. Þannig þá er einhvern bara búin að slá vopnunum og höndunum á öllum hinnum með þessu. Já. Þurfa aðeins að laga hjá sér að justa bara einhver hlutverkskipti, en... Það kemur með til dæmis óvart að, þú veist, ekkert liðið í fyrstu deild hafi endað á því að taka Julio de Assis. Já. Skilur við, bara svona einhvern veginn... Það ekki bara, liggur það ekki bara hjá honum eitthvað svona... Hann býr á Íslandi eða ekki? Hann er ekki íslenska kærustu? Ég heyrði það að hann væri komin í Selfoss, en ég hef ekki séð það. Ég held að myndi enda kannski bara í Haugum hjá Pétur Ingvars sem að, þú veist, gekk vel hjá þeim í hálft ár allavega hjá Breiðablik. Já. Og þú veist, ég er svona átt einhvern veginn svona von á einhvern veginn og svona Haukar og en svo hinir leikmennir eru allir fyrir ofan fyrstdeildum. Þú sér að Shabazz var aldrei að fara í fyrstdeildina. Nei. Mörki var ekki að fara í fyrstdeildina. Ekki Jakobi Ross heldur. Ég held að það sé orðið bara, bílið milli fyrstu og efstu er orðið það mikið í peningalega að þú getur ekki selt þessum mönnum þessa hugmynd, sko. Það er orðið það mikið í boði út allan heim bara. Og svo eru þeir líka bara með samninga sem að bara eins og góður ríkisstarfsmaður, það þarf bara að borga það út, skilurðu, og ef þú semur í Hveragerði þá bara er það ekki hægt lengur, skilurðu, þegar þú ert komið að annað gig. En ég held að mér að þarna, einmitt Julio de Assis er svona fyrstu deildar budget / sko. Já. Og líka Emilio Banit sem að íeringar létu fara. Já. Þú veist, ég held bara til dæmis einmitt bara eitthvað svona, hvað bara kláraði sísonið Hornafirði í staðinn fyrir einhvern gaur sem að Alexa Júkur, ég held að sjá hann fara á Hornafirði. Ég held að það eru Júkovic dýr. Heldur það? Hann slæðir ekkert Clayton Ledin út úr liðinu, sko. Nei.
Ég skil hvað ég meina, þannig að það er niðurstaðan mín með fyrstdeildinni, bara svona höttur er bara liðið sem að mun tryggja sig upp og auðvitað ógeðslega flott í þeim, en líka bara því að enginn nennir að keppa við það, sko, í vetur. Af því að Ég sá bara skil alveg eins og Breiðablik, til hvers vera þá að fá sér, það er enginn annar að fara að gera það. Ef þú ert að fara upp, þá ferðu bara upp á þeim forsendum sem á ekki vera að kaupa þér annan útlending og eins og fyrir Breiðablik, mér hefði finnst fáránlegt fyrir það að bæta einum í viðbót. Ég er sammála því. Þeir eru nógu góðir í þessari deild, eins og svo landslægi núna, þó að einhver lið hefur bætt við sig. Gætum við lent í því ef að Blikar, Fjölnir, Haukar taka úrvalsdeildarsæti? Ég held að Skallarnir og Sindri séu nógu veikir til þess að fara í eitthvað suicide mission eins og Skaginn er að gera í vetur og bara kaupa bara endalausa gaura og svo bara falla með ógeðslega háan yfirdrátt. Þetta Sindri eru líklega, ég held að Skallagrímur má örugglega ekki peningi í að fara í ykkur vitleysu. Ég held, nei, það fer aldrei í svona mikla, alltaf síðast þegar við vorum uppi og förum niður svona, þegar okkur spáði neðstarsætinu. Talum með Flennard og Sigtryggarnar eða hafa... Nei, þegar Pétur Ingvars byrjar tímabilið. Já, vorum með Tracy Smith. Já, þegar menn horfðu bara á liðið og hugsuðu, Jesús minn almáttugur. Tracy, það er fyrir utan. Hann var væla þegar hann gæti ekki posta þig upp á æfingu. Það tímabil, þá held ég sko, við erum bara búin að læra, ef við hljótum að vera, við erum búin að læra því hérna í borgarsinu sko. Ný stjórn, ný andleg veikindi manna. Nei, það kemur einhver lefur í borðið sko, segir bara við getum ekki, það er ennþá verið einhvern veginn að borga yfirdrættina. Borga gömlu góðu skuldirnar sko. Hérna, en það sem ég ætla að segja með, þú veist, Hauka, Fjölni og Blika. Afþakka? Já, en menn gera það ekki. Það er svo lúðalegt að gera það sko. Ég horfði á Hamar Fjölni, fyrsta leikluta á KK í TV, ég dotti inn á þarna. Ekkert að gera. Ég skal við ekki, ég slögt þetta fyrsta leikluta, ég nennis ekki. Nei. Bæði Hveragerði er leiðilegt hús. Upp á þetta að gera leiðilegt, já. Já, og svo bara gæðin í þessu, ég nennis ekki. Nei, en þau verða samt einhvern veginn að fá að vera það sem þau eru, þú veist. Þá getur þú heldur ekki bara að tyggja einhvern einn útlending og þóstu vera eitthvað sem þú ert ekki, þú veist. Fyrstideildin er bara þarna í dag, eins og staðan er í dag. Margir af þessum leikjum eru bara ekki, en þú veist, það hlýtur að batna með að strákarnir verða bara að spila, sko. Ég elska fyrstideildina, sko. Já, þetta er... Mér finnst fyrstideildin vera bara svona svipað og þegar maður byrjaði að elska bara íslensku úrvalsdeildina, sko. Svona 1, 2 góðir íslenski leikmenn, 1 góður útlendingur og svo bara fullt af gaurum að berjast og gera eitthvað púls. Já. Og ég tala oft í móts við sjálfum mig, ég er alltaf að segja, ég nenni ekki þessu útlendinga 4 útlendingar, mér finnst það allt of mikið, hvað þá í fyrstu deild, bara algjört rugl. En síðan kemur nýr útlendingur, þá er ég spenntur að fara að sjá nýja útlendingin. En þetta verður oft í ringi, en ég skal á móti Valum daginn. Þetta ekki bara eins og 99% af öllum sem að fylgjast með körfubolta að væla yfir í sama hvað er í gangi? Jó, pottet. Svo var ég Grindavík Valum daginn og nökkum á nökk og svo kemur inn á setur þrist. Það er önnur til. Og ég fekk hann bara beinstífan upp í stúku, bara djöfull er þetta skemmtilegt maður. Hann er líka búinn að raka sér hárið og lúkkar svona vígalegri. Já, hann þarf að raka sig aftur. Þú fílar líka út af því og sér hann annan skallapál, slæti ára shape, sitja þrist. Ég var að setja hann í 12-una bara, hann flottur. Ég er svo einfaldur sko, ég held, ég fæ ekki upp sömu spennu tilfinningu að fara að þjálfa bara eitthvað. Bara einhver útlendinga. Bara einhver árangurstengd pressa bara og fullt af peningi í því. En ef þú tengir bara öll tímabil sem þú varst að spila eins og þú varst í Borgarnesi, það er ekki út af hvaða útlendinga voru. Nei, það er hópurinn sem er. Ég var maður heppinn að var bara lefur einn. Körfubolti, góðu körfubolti sko. Ég held að þetta sé bara breytast mjög hratt hjá þessum strákum í dag. Klefamenningin á þetta er að deyja sko. Okkar bestu stundir eru þarna úr klefanum sem betur fyrir ekki neitt myndaðal síma eða að taka neitt upp. Fyrstdeildin verður að vera svoleiðis. Þú getur ekki fyllt hana líka af einhverjum... Káfafliðið er svona og örugglega Fylkir líka. Ég meina það er... Ég lofa þér það er gaman hjá þeim. Já og svo vinna þær leik, það er örugglega ógeðslega gaman skilur. Já. Þó það verður bara leiðu 2 í fyrstu sérstaklega. Það er alveg nóg. Já. Ef það á að vera eitthvað... Þá færðust Höfn og Akureyri og Egilsstaði smettið og bara svona viljið ekki hafa okkur með það? Þá svarið nei. Það nennir enginn að keyra þangað. En þá tekurðu gistipartíina útivöllum út úr Stefánsson. Þú vilt hafa þá með. Það verður bara að stofna einhverja nefnd innan KKÍ sem tekur við rökum í upphæðu tímabils við skráningu fyrstild. Af hverju ertu í þessu og af hverju ertu að gera þetta svona? Ég held bara að... Það getur bara fært rökum því við eigum bara ekki fleira fólk. Þetta er bara útlendingar hérna, ef við ætlum að vera með,
En Þá svo er ok, það bara líka megi vera með. spurning sko hvort það sé til nóg mikið af íslensku leikmönnum til að gera þetta eins og KF og Fylkir eru að gera þetta. Þú veist, fólk virðist oft vilja vera frekar í... Ok, það er samt svona alveg, það er alveg íkt dæmi sko, eins og með KF að vera bara með Já, þessa íslensku ég meina, stráka. nú hefur þú verið í Borgarnesi og ég hef verið í Hveragerði Já, og þú hefur hringt í 10, 20, 30, 300 leikmenn hvort þeir viljið taka íbúið að keyra í 240 mínútur. já. Það er bara ekkert auðvelt sel sko. Nei, Það það er bara ekki bara, er það ekki bara fenginni reynslu? Hversu ofta hafa menn verið seldar einhverju hugmyndir, svo verður það ekki að því það fengi eitthvað þróttar útlíkustæði. Ég held að það sé Er það ekki bara að það er of lítil ég held að, breytinga á þjálfaraflórunni og þetta er alltaf sömu ég held að það sé bara því að menn eru aumingir, nenni ekki að keyra. hjálpa til, en þú veist, ég held að það sé ekki bara þeirra sög, ég held að það sé líka bara, menn læra bara reynslunni. Já, en svo er þetta samt líka, skilur þú veist, þú ert einhver B-klassa körfuboltamaður, skilur Já, þú ert bara eins og gaurarnir sem að við vorum ofta að sækja í fyrstu deild. Þú ert ekkert að fara að verða atvinnumaður. Auðvitað er einn og einn inn á milli. já en vildi ég vel ekki eins og vera atvinnum. Nei, Þú veist, það er líka, en þú veist, svo er bara, þú veist, spurningin, vilja vera 11. maður í Stjörnunni og spila með KFG í fyrstu deild eða jáfnvel annar deild núna, já, eða vil ég flytja á Egilsstaði til þess að leika mér í körfubolta þar, þú veist, vegur það nógu mikið, vilja keyra í Borgarnes eða Hveragerði já. til þess að spila 33 mínútur, ekki vera Ég- bak útlendinga, þetta er, Bara virðingi hæstu hæðan fyrir alla þá sem sko keyrðu á milli fyrir mig, ég bað fyrir mig á hverju kvöldu sko. Það er náttúrulega en svo erum við með, ákveðin bilun sko. En svo erum við með 5 gæja hér. klukkutíma úr sólarhingnuðinum. þú ert búinn að spila hvar? Borgarnes, Akranes, Ég hef ekki tíma til að tellja Hann þetta upp. bað alltaf penthouse íbúð undir sig og það er nú ekki hægt að bera hans fluttir þú á alla þessa staði? Jú. Nei, flutt í Borgarnes. Já. Vildi einbílshús? Nei, Jú, þú gast ekki Herðu, búið í fjölbíli. En varstu að flytja á þessu staði? já, ég bjó í einhverju sumabústa fyrir utan Hótel Hamar Já, í Borgarnesi. En af hverju? Það var svona 13 fermetrar. Þú veist, varstu chasing drauminn að verða... Ég var náttúrulega bara búinn að vera 10. til 12. maður í hópi Grindavík í Einmitt. mörg ár og fekk að upplifa að sitja á bekknum og vinna titla og svona sem Já. mér fannst gaman að upplifa en Já. svo kom að því bara, mér langar kannski bara að fara að prófa að spila. Já. Og Palli bróðir var náttúrulega í Borgarnes, þannig ég fekk svona fara þar inn í gegnum hann svolítið. Já. Já, en samt, En þú veist- eins og þú segir, þú varst sannarlega 10-12 maður í Grindavík, en okkur vantaði alveg þar sem þú gast búið upp á Já. skilur líka. Þannig En að ég meina- menn þurfa líka bara að vera raunsæðir með Já, það, já. bara hvað get ég búið upp á? Já. Þú komst ekki og sagðir öllum hún var í lockdown varnarmaður hérna Nei, á nei, hálfveginn. nei. Þetta var bara, ég get gert þetta, ef við viljið þetta, Og ég get verið þá er Diddi. ég hér og svo er ég helviti léttur í stýri bara. En ég meina, hvað samt, skilur já, ég veit það ekki. Ég pæli stundum í þessu, skilur ef að maður væri 19 ára eða eitthvað og bara svona Já. langað að spila í fyrstu deild eða eitthvað. Af því að maður hefur kallað á aumingja oftar en einu sinni. Að nenni ekki keyra á milli eða flytja og eitthvað svona. Og svo pæli ég í því, myndi ég 19 ára nenni að flytja á Akureyri til að keyra í hvern einasta útileik til að spila fyrir Reggie. Richie, ég veit hvað ég meina, þetta er Já, svona, það Þetta er er alveg alveg auðveldara jákvætt að og blammera þetta heldur en að bara svo actually gera þetta. Já. Já. Ég var orðinn þannig og hef alltaf þegar ég var að þjálfa, þú veist, ég er líka stoltur af þeim strákum sem ég sagði bara hættu, skilur, ekki vera. Stoltastur af þeim. Nei, ég er líka stoltur að það sagt bara, heyrðu, ekki vera að draga menn á asnaðinunum sem ég sé bara að þeir eru sannlega búnir. Og eru bara flottur staði í dag, fóru bara í námið, fóru að gera eitthvað með, Skráðu Ég sér sagði bara- gott nám í HR. til dæmis. Þú veist, það er líka alveg, menn eigi ekki að vera að hanga eitthvað í þessu að því að þeir kunna ekkert annað en að vera körfuboltamenn, sko. Ef ég geti spól tilbaka, Þið kunnu það ekki heldur. ég hefði Ég farið er í ekki svo Borgarnes góður í því, svona, sko. ég hef farið svona 3 árum áður í Borgarnes. Svona, ég hekk of lengi og bara, Í Grindavík. já, bara Já, og bekk já, og svona, já. svona fattaði þegar ég fór svo í Borgarnes að, Hefði verið hægt að selja það fyrir 3 ára áður? já, öruglega. Hver er nútíma þú í dag? Ef við bara klárum þáttinn af því. Hverjir eru núna á þeim stað í þessum liðum að þeir ættu að drulla sér einhvert? Lass, Já. kannski á næsta ári Já, klára það er þetta og svo, hann er reyndar með KVF-ana til þess að En spila ég- ógstlega mikið. Já, mér finnst að Lars ætti samt bara að fara í úrvarsdeildaliðana. Já, sammála því. Sem að hann bara er starter í. En getur þú sett kröfu á það að fara bara í annað úrvastildalið og verið bara starter? Eða kannski topp 7 kannski. Já. Ekki 10. maður eða 0 mínútna maður. Eða þá að fara í lið sem að þú veist að fer væntanlega bara upp úr fyrstu svona, og challenge að það og fer upp með þeim. Já, einmitt. En svo þarftu líka bara einhvern veginn að hitta á þitt, skilur
eins og Bjöggi fyrir bara aftur núna, hann er bara komin í 30 mínútur hjá Borsi, þetta er Borsi bara, hann bara vill þetta og Bjöggi getur boðið upp á eitthvað sem hann vantar og bara... Hvað er meira geggjað, þarna? Ég sko. meina það er enginn í þessum liðum á Suðurnesjum, þeir bara að vanta leikmenn, þeir bara fá allir að spila. En eins og bara Frosti, getur hann farið Frosti kannski, já, hann ætti að drutta sér í fyrstild. Já, en það er ekkert lið á Reykjanesvæðinu til að... Hann er líka langur, hann er svona fjarki sem að getur skoppað þarna einhvern veginn í Já, farið í Borgarnes. hann getur alveg hjálpað þar. Ég veit ekki neitt fleiri sem eru eitthvað svona, Nei, mann finnst að þurfa að fara eitthvað. Nei, þeir eru kannski færðin að hætta bara fyrir í... ég væri alveg til að sjá Jakob hérna Leifs sem að byrja Já. að þessi stjörninni og hann ætlar að, þú veist, örgulega fínt að drilla og svona, ég held að hann fengi líka bara, fekk meir út úr því fyrra, Nei, samt þeir að spila sýndu- móti Hósi með Mér Dína og fannst svona gaurum, sko. þegar ég var, Sýndu alveg fyrir KFG, þeir eru alveg flotta strákarnar sem geta alveg Já. leikandi farið í eitthvað fyrstildilega og gert alveg... þegar ég var gutti í Grindavík, mér fannst nógu anskot erfitt að spila mín að vera 5 á 5 á æfingum, sko. Hefði verið 4 útlendingar í Grindavík, ég hef verið löngu hættur, sko. Já, Já. Ég hef ekki nefnt Eða því. löngu farin í Borgarnes. Þeir eru bara með 4 útlendingar líka og líklega. Æ, ég man bara, það var ógeðslega erfitt að fá að vera með í spilinu, sko. Já, Það var bara samkeppnisspil, það hefði verið aldrei hægt með 4, sko. nei. Svo kannski er ekkert eitthvað margir svona í úrvalsdeild sem er eitthvað svona rétt fyrir utan eitthvað, þurfa eitthvað að færa sig. Mér dettur bara einmitt bara svona KR og Stjarnan einhvern veginn í hug, sko. Svo, þú veist, það er ekkert mikið á Suðurnesjum og... Valsarinn, ég er búinn að gleyma hvað Ekkert sonur þó- að Svala sem að Já, hann Ástþór, hann bara alltaf meiddur Ef hann er heill þá er hann bara að spila í val. Já, Já, Alveg, það er kannski Karl. þú veist, leikmennir í Tindastól og Þórlákshöfn eru að spila líka. Kannski Kalli í Val, já. Yes, Hann mér er varst, komin í Fylki og Vensla. já, hann er Og ég held, með Marti Bruns að bera, sá strákur, getur skotið en þú ert að tapa með 20 stigum og setur þrist, færið upp í 11 stig, ekki koma með eitthvað þrista sæn upp í stúku, 20 undir og mínúti eftir. Þetta er bara Ice and svona, Waynes. já, þetta er bara svona vingjarlega ábending. nei, þannig erum við ósaman. Nei, ég fer að fyrir fátt meiri töðum, ég gerði þetta einu sinni, Þetta getur verið eina mómenti sem maður fæ sér Ég ætla að segja tapa með 20 og setur einn þrist í einhver rulltíma og Þú tekur allt Skellir sem þú við getur. stúku. Nei, Tekur nei, allt nei, sem nei. þú getur. Helst að lenda bara í áflóðum. Bara að koma og make a statement, sko. og Kísan Woods að rífa Ég- kjaft upp í það er stúku alveg- með 2 stig og hann var vandrarlega Sá lélugur. er búin að vera fucking glataður upp á síðkast. Ég hefði losað mig við hann Eiruvall. Já, Hvað er þetta í staði? Bara Shabazz. Shabazz, bara í tvist. Ah, Já, bara hans að þú hefur einhvern tapa, töpuð þá bara, sprengjum þetta upp og töpuð þá bara frekar þannig heldur við með eitthvað svona þróta lið. Hann er ekki svona lélegur, sko. Hann lét Ragga Braga og Kristóf Brega pakkar sér saman. Já. Kemst ekki fram með neinum. Nei. hann er törvöld hægar en hann væri hann Hann kemst ekki fram með stól. Þegar hann kom tilbaka og Tindastóll tapaði 3-0 á móti Grindavík, hann gat ekki neitt þá heldur, sko. Nei. En ég bara, Lifur hann ekki svolítið á titlinum sem þau tóku með Alveg Pavel og klárlega. hann setti svolítið á midreinskotum með það? Jú, en þar gleymist náttúrulega í leik 4, þar er hann verri heldur en enginn, sko. Já. Þeir hefðu getað tryggt til titilin heima og endi í þessum oddaleik, sko. Já. Það er enda gleymist það mikið að ég vissi það ekki. Það var ríka, hann hefði hendað sér út í þessum leik, fekk tækniðlega það, mamma og pappi í stúkun og eitthvað og það var alveg ríkalegt, sko. Ég má bara þar að jaka brótning kildan í andlitið. Já, svo er það. Heyrðu, strákar, erum við ekki bara góðir eða? jú, Þá bara höldum við áfram að setja pressu á KKÍ til að breyta þessum reglum. Er það ekki það? Þú vilt fá þetta í gegn fyrir laugardag. Já, sýnið bara að þið séu bellir, fattir. Þú veist, mætið bara stórir, ekki vera hrættir að fyrir nokkri væli yfir þessu. Bara þetta væri rétt svona, alveg eins og það er hinn rétt. fucking reglan. Já. Mæta bara á morgun í vinnuna. Þú veist, ok, strákar og stelpur og konur. Breytum þessu bara núna. En þið hefði ekki hægt, víst að það hægt. Hitt var lagað. Já. annars verður ég og þú bara í smárunum og þegar Giannis mætir í leikinn, bara þú ert að fara upp í stúku henni, við ætlum bara að taka völdin hérna, þú ert í banni. Ekki láta Borgarlegt bann. þið munið alveg þegar Arnar hérna sagðist það að fundið. Er þetta rétt eða rangt? Ég veit það ekki. Þetta er þarna loophole og mér finnst bara sniðugt að nota þetta. Og ég ætla eitthvað hrunamannakannan inn í stjörnuna fyrir úrslitaleikin. Fokka þér. Þetta er bara ógeðslegt. Það var ógeðslegt og þetta er ógeðslegt. Og það bara hjálpaði körfubolta ekki neitt Nei. að einhver gaur úr hrunamönnum mætti allt einu til þess að brikkunum upp í úrslitaleikin. Þó hann hafi fundið eitthvað loophole með það.
Ég hef sett allar mínur eigur á, það er ekki að fara að gerast. Þeir eru ekki að fara að breyta svo í laugardaginn, sko. Því miður. Því miður, sjáum til. Takk fyrir komuna. You ain't real, hope y'all. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. What would you question who's better? The world is still mine. Tattoo.